Nú skulum við skoða aðeins nánar hvað er að gerast þegar að jónaefnin leysast upp og hvernig það hefur áhrif á mólstyrk jóna. Þessi mynd hérna sýnir, hérna er mynd af vatni og saltinu í vatninu, en sýnir svona á sameinda á jónastiginu hvað er að gerast. Klórjónirnar eru hérna grænar með mínus á og natríumjónirnar eru þetta hvíta. Vatn er mjög skautað, súrefnið hefur svolítið mínusleiðslu og vetnið svolítið plúsleiðslu. Þannig að plúsarnir í vetninu laðast að mínusum klórjónana, mínusarnir í súrefninu laðast að plúsum natríumjónana og efnið hreinlega klofnar í sundur þegar vatnssameindurnar tróða sér hérna á milli. Þannig að hver natríum plúsjón verður umkringt vatnssameindum, þar sem að mínushlutinn svona snýr að natríuminu, meðan að hver klórjón er líka umkringt vatnssameindum, en nú er það plúslaðna háið sem að snýr að. Þannig að það að vatnið sé svona skautað gerir það auðvelt fyrir efnið að losna í sundur. Þetta gerist með öll jónaefni sem leysast upp. Þau aðskiljast í plúsjónir og mínusjónir. Þannig að við getum skrifað leysingu salts í vatni svona. Þess að natríumklórið breytist í Na+ og Cl-. Það þýðir að ef ég er með 1 mól af natríumklóriði í lítra af vatni, þá fæ ég 1 mól af natríumplúsjónum og 1 mól af klór-mínusjónum. Ef ég er með efnasamband þar sem er ekki bara 1 af hverju, eins og höstunvelli, þá þarf ég aðeins að hugsa það. Skrifum fyrst upp eina efni viðbót. Tökum við þess að magnesíumklórið fyrst og svo álklórið. Við sjáum að 2 neðri efnajöfnur hérna eru eins og ekki stiltar. Vegna þess að þegar þetta leysist í sundur í vatninu, þá fæ ég eina svona magnesíumjón en ég fæ 2 klórjónir. Eins þegar að álklóriði leysist upp, þá fæ ég eina áljón en ég fæ 3 klórjónir, vegna þess að það eru 3 klórjónir á móti hverja einni áljón. Þannig að ef ég væri með mólstig, segjum bara í öllum tilfellum hérna, væri ég með 0,5 mólar lausnir. Þá myndi ég segja í hverju tilfelli að styrkurinn fyrir upphaflega efnið NaCl er 0,50, MgCl2 líka 0,50 og álklórið svona. Þegar að þetta klofnar í sundur, þá sett úr NaCl kemur 1 Na og 1 Cl fyrir hverja svona einingu, þannig að styrkurinn á þeim báðum hlýtur að vera sá sami og upphaflegi styrkurinn. Það er jafnt af þessu báðu. Fyrir magnesíumklórið, ef ég byrja með 0,50 mól per lítra, þá er ég líka með það fyrir magnesíum, vegna þess að það kemur 1 magnesíumjón úr hverja einingu, en það eru 2 klórjónir, þannig að hér ætti styrkurinn að vera 1,0, þess að 2 sinnum styrkur upphaflega efnisins. Og það sama gerist þá með álklóriðið. Styrkurinn á áljónunni verður 0,5 vegna þess að það er 1 áljón í þessu, en það eru 3 klórjónir, þannig að styrkurinn á því verður 1,5. 3 sinnum meiri heldur styrkur upphaflega efnisins. Við sjáum þetta frekar auðveldlega fyrir okkur þegar við skrifum upp efnajöfnuna, en það er líka hægt að sjá þetta hreinlega úr efnaformúlunni. Það er bara 1 ál, svo það hefur sama styrk og efnið, en það eru 3 klór, svo styrkurinn á þeim verður 3-falt meiri. Og við köllum oft styrkin á
efninu eins og við skrifum það, formlegan mólstyrk, sem formlegur mólstyrkur. Ef ég myndi búa til lausnir með þessum styrk, þá gæti ég sagt formlegur mólstyrkur NaCl er 0,5 mólalítra. En við höfum það bak við eyrað að þegar ég segi ég með 0,5 mólar NaCl lausn, þá er ekkert NaCl í henni. Það er Na plus og það er Cl mínus, en það er í rauninni ekkert NaCl. Þannig að ég segja styrkur jónanna er raunverulegur mólstyrkur lausnarinnar. Þannig ef ég væri spurð hver er raunverulegur mólstyrkur jóna í 0,50 mólar AlCl3 lausn, þá myndi ég svara með að segja já, mólstyrkur Al plus 3 er 0,50 en mólstyrkur Cl mínus er 1,5. Þetta er sett munurinn á raunverulegum mólstyrk og formlegum mólstyrk. Málið er að í daglegu tali segjum við alltaf styrkin á efninu í heild, við segjum venjulega formlega mólstyrkin en ekki þann raunverulega. Það er bara svona hefð fyrir því.